og ég fer að segja við hann sem stáðan hann kemur ef hann nauta ekki fyrir upptáttavélina hvort betra að taka það strax eða eftir að vélin byrjuð Ég myndi halda eftir, þetta skiptir ekki öllu þú fer bara í apparatus, það er með hugmynd sama hvað hún mallar þeir geta tekið við slæmu verki og gert það betra svona mæluðu með hönnunasprett alveg í byrjun eða á miðri leið en ég meina þannig er það bara, nauta ekki það var alveg velluðugt Þeir eru það, ef við erum með hugmynda appi snjallforriti, þá farið til apparatus þau mappa þetta upp fyrir þig í hönnunarsprettinum þar farið fulla yfirsýn og farið að sjá virkni líka og svo er líka hönnun þú veist, þau eru að hanna líka inn í þessu þú veist, að fá það inn í pakkanum er náttúrulega bara toppurinn sko Veistu hvað að gera? Nei. Þau skjóta þér á loft Þau skjóta okkur á loft kannski við getum hjálpað Sigurði Sævari með eitthvað málverka app skjótum honum á loft og sjáum til Apparatus Sigurði Sævar og takk Apparatus Já, held ég, það eru stuðmenn Getur ekki að hækka í þessu? Jó, maður sjá Maður býð eftir viðlæðinu Hvenær kemur? Kæru hlustendur Það er Pingjar sem heilsar hana föstudagsmorguninn og við erum með frábæran gest hér í stúdíónu Sigurður Sævar, hjartanlega velkominn Já, takk kærlega fyrir að bjóða mig strákar Já, bara verðið ræði, það eru stuðmenn og það er lagi Kaupa Býtu, ég að spá í einu, titluðu þið ekki bara sem framkvæmdastjóri eða? Jú Er það ekki? Ertu ekki bara framkvæmdastjóri í listamenni? Listamaður? Ég segi að ég sé forstjóri og mannauðstjóri Já Þú gengur í öll störf Markastjóri líka Þú þó kannski svara, ég heyrði að það var eitthvað við sem er jafnlaunavottunna hjá okkur Var búið að leysa það mál Já, það var leyst í fyrra Já, flott Mikið fjadrafók í kringu það Já, og móðir mín var umbóðsmaður hjá mér á meðan ég bjó út í Hollandi og svo gaf ég henni rausnarlega gjöf Já, og þá jafnaðist þetta út Já, þegar hún þurfti endur nýja bílinn Hvernig er samt staðan núna? Ertu fluttur heim með það? Ef við ekki að segja í bili Já. Ég var með sýningu í nóvember í Portfolio Gallery á Hverfisgötu og ég þurfti að velja titil á þessu sýningu. Þetta var þarna, ég útskrifaði sem sagt frá Konunglu listakademíun í Den Haag í Hollandi. Konunglega listakademíun, já. Það er svo gott að bæta þessu við. Já. Sumir segja, já, listakademíun í Haag, já, nei. Konunglega. The Royal. The Royal. og þá hérna var ég að halda sýningu þarna á Hverfisgötunni í nóvember í fyrra. Og ég var í mestu vandræðum hvaða titil ég átti að hafa á sýningunum vegna þess að þetta var prentað á svona stóra rúðu þarna á Hverfisgötunni og stóð í mánuð. Svo var ég að tannbusta mitt kvöldið og ég hugsaði, heyrðu, ég hef ekki neitt sniðugan titil á þessu sýningu nema þá fór ég að hugsa, ég hef gaman að þið ferðast og ég sé fyrir mér að fara aftur út við fyrsta tækifæri, millilending. Já, okay. Þetta var svona statement sko, ég hérna millilendur á Hverfisgötunni. Hversu fullur varst að tannbustaði þarna? Herðu, ég held að þetta hafi nú verið bara laugardagskvöld. Þá var ég nú yfirleitt edrú. Ertu edrú á laugardag? Já, þá var maður að vinna. Þetta er gott nafn og þetta er lýsandi fyrir bara ástandið á þér þá, eða? Já, ef ekki að hafa það þannig sko. Það eru svona plön uppi að fara út í haust. Hvert þá? Þá er ég að hugsa að fara aftur til Hollands. Það sem að ég var hérna í þessu námi og þá náði ég að byggja upp svona ágætis tengsl. Svo tók þátt í samsýningu í Amsterdam í Ron Mandos galleríinu sem var svona 20 listamenn sem að úr ólíkum akademíum sem að þetta gallerí taldi vera framúrskarandi miðað við útskriftasýningarnar. Og þá kynnist ég kaupendum sem að kaupa verki mín og ég var aðeins ræktað sambandi við það fólk. Ég ætlaði að spyrja þegar þú segir tengsl, eru það þá kaupendur, miðlarar, gallerí eða samverkamenn eða? Bara skemmtilegt fólk sem er gaman að tala við sko og hérna, vissulega tengsl sko. Þannig eru náttúrulega listamenn sem er á sömu vegferðum að sjálfur að reyna að koma sér á framfæri og halda sýningar og stækka. Og svo náttúrulega fólk sem er djúpt sokkið í listaverkasöfnun og sömulegis náttúrulega vinir þeirra sem eru galleristarnir og þetta fólk sko, sem heldur svona hækkerfinu gangandi. Ertu að ná að halda sama dampi úti að vera að bjóða mönnum svona inn í einhverja kósi íbúð þar sem þú með öll verkin og?
Nei, þegar ég var að Það er sjarmur að koma til þín hérna heima. Já, takk fyrir það. Já, ég á það inni. Ég veit það. Þetta er búið lengi á leiðinni. Sett á Rottweiler-lagið þegar ég er ekki búið. Það eru allir velkomin. Já. En jú, það var, þegar ég var út í Hollandi, þá var ég náttúrulega bara í námi, sko. Já, akkurat. Og þá reyndi ég líka bara að gera þann tíma þarna úti. Ég var ægilega latur að gera nokkuð annan hlut nema bara fara í skólan sko. Þannig að það var bara mætti í akademíuna, farið heim á kvöldin og þá var bara leiði í sófanum það til að ég gæti sofnað sko. Hvað hérna? Það var svolítið þannig. Er þetta grunnnám eða mistarnám? Þetta var grunnnám, já. Í Fine Arts. Já. Og hvað, þú veist, tatt okkur í gegnum eina önn. Ertu eitthvað að læra business í þessu? Ertu bara að mála konstant? Sko, nei, þetta var ég valdi þennan skóla, hann var stofnaður 1600 og eitthvað og er svona einn elsta akademíur hann í Hollandi og ég valdi hana til þess að fá þennan klassíska grunn sem að ég vissi að var kannski ekki mikil áhersla lögð á hérna heima til dæmis á Íslandi og ég mætti þarna út og á fyrsta árinu þá var þetta svona frekar niðurnjörvað, það var á mánudögum var það skúlptúr, á þriðjudögum var það teikning, á miðvikudögum var það listasagan, á fimmtudögum var það hérna málverkið og hérna og svo er ég að gleyma einhverju, svona konceptlist líka og þá hafði bara hver dagur eitthvað svona þema, það sem að við vorum bara stöðugt að fá verkefni og leysa þau, komið verk í hverjum einasta degi, alla daga vikunar, við erum utan náttúrulega helgar og þá hérna var þetta svolítið stíft prógram, nema á öðru árunni þá fengum við bara okkar í stúdíó og þurftum að þjást í friði. Já. Og þurftum að koma með eitthvað bara algjörlega frá okkur sjálfum og það var ekki verkefni í gangi svoleiðis nema maður fór í einhverja valafanga. Þannig að þú ert ekki að deila stúdíóið með öðrum? Þú ert með eigið? Já, deila og ekki deila sko. Jú, þetta var hérna, allir hafa gefið svona 10 fermetra og svo var annar bara hliðin á mér, skilur. Okay. Það var ekkit mikið háa veggi þarna. Nei. Þú talaður sko viðskipti, er eitthvað kennt svona rekstralega séð í svona listnámi? Já, sko, allavega þarna, það var svona á 4. árinu, þá voru svona áfangar það sem að við fengum svona að kynna þessu landslægi, sem að er þessi listamarkaður, sem er náttúrulega alltaf að breytast og hérna og nú töluvert öðruvísi heldur að maður kannski bara fyrir nokkrum áratugum síðan og þá fengum við, þú veist, kannski eina vikuna og fengum við kannski 3 eða 5 hérna gallerista sem að reka sín eigin galleri og þeir voru að segja okkur hvernig þetta er hjá þeim og hverja þeirra áherslur eru. Svo voru kannski einhverju sem að reka svona residensíur, það sem að listamenn geta komið bara og búið og þróa sínar hugmyndir og svo einhverju safnstjórar og svona. Er svoleiðis á Íslandi eða? Já. Residensía? Já, það er eitthvað það hérna á Íslandi. Já. Ég þekki það ekki alveg en ég veit til dæmis að einn hérna kunni minn í Hollandi, hann byggði sitt og eigið hús og hannaði það og hann hugsaði með sér að ég ætla að gera svona residensi í garðinu mínum. Já, okay. Og hann byggði svona villu og það er svona 80-100 fermetra kofi bara með 5 metra lofta það sem er bara að hugsa sem stúdíó fyrir listamenn til að koma að vinna, einn í einu. Okay. Já, íbúð og vinnurými. Og bara greitt með verkum þá eða? Það er, sko, flestar þessar residensjur út í heimi þá er þetta bara ókipis, sko. Já, og eins og í Hollandi þá er einhver yfirvöld og einhverju sjóðir sem eru bara að sponsa þetta, sko. Jafnvel að fólk sé á styrkjum þegar það er dvelur þarna. Magna. En ég þætti eðlilegt að borga fyrir eitthvað svona. Það er svona prógram. Það er líklega þannig á Íslandi allana. En hérna, þessi viðskipta ángi af þessu eins og þeirra galleríustannir, er einhver munur á listagallerí úti og hérna heima? Já, úti þá var það yfirleitt árið þannig að öll gallerí taka eiginlega 50%. Úti? Já, 50%. Það er bara svona standardin á meilandinu. Við vorum að kvartið 25% í Vínunum, sko. 50%. Við erum aðeins eftir á hérna, sko. Hérna er þetta svona frá 40 til 50. Já, einmitt, ég hafði heyrt einhverju svona kasta fram. Já, það fyrir eftir galleríunum. Þó ekki 50? Wow. Nei. Það er svakalega. En hvað veldur? Bara er þetta svona mikið vinna? Það má flokka listagallerí svona, til þess að gera þetta mjög einfalt fyrir hlustendur. Já. Það er bara mjög áhuga. Þá lík ég þessu yfirleitt við, sko, það eru svona 2 flokkar af galleríum. Það er það sem ég kallar rauðvinsgallerí og svo er það umboðsgallerí.
Flest gallerí eru rauðvínsgallerí. Það eru gallerí sem eru kannski með flotta sali og svoleiðis sko. Svo bjóða þær einhverjum listamönnum að sýna, hjálpa þeim að hengja upp verkin og brenta kannski sýningaskrá og kaupa síðan rauðvinni fyrir opnuna. Taka síðan hann 40-50%, þá er þetta oft í kringu 40. Og svo það umbóðsgalleríni sem eru þá gallerí sem eru taka að sér listamennina og svona umfaðma þá og að taka þá og kynna þið fyrir listasöfnurum og söfnum erlendis og fara með þá svona í útrás, svona eins og umbóðsmenn fyrir listamennina. Þannig að það eru svona það eru þessi tveir flokkar sko, það eru ekki mikið á svona umbóðsgalleríum hérna á Íslandi. Já, ekki þessi tegund? Nei, Líú E8 gallerí gerir þetta mjög vel til dæmis. Svo þori ég ekki að nafngreina fleiri. Nei. en eins og með þig, þú ert náttúrulega bara listamaður. Ert þú þá hjá einhver umbóðsgallerí hérna heima? Eða? Nei, það sem að ég hef gert, kannski sem ólíkt öðrum kollegum mínum, að ég hef hérna alltaf haft stúdíóið mitt opið gestum. Og það þykir mér svona þegar maður listamaður, maður situr allan daginn á vinnustofunni og er eitthvað að harka og hérna í rólegheitunum, þá alveg svaðalega gott að fá gesti hérna. Já. Og þetta hefur orðið svona bara hluti af minni hérna dagskrá sko, það er að taka móti gestum og leiða þau í gegnum bæði mín verk og sömuleiðis það sem ég að safna og þannig að ég hef ekki haft áhuga á því að fara í svona eitthvað samstarf mikið við gallerí hérna eins og ég hérna sagði áðan, þá hélt ég sýningu í Portfolio gallerí á Hverfisgötu í nóvember. Það var náttúrulega bara, það er alveg ótrúlega fallegt gallerí og svona skemmtilegu sýningasalur en það er ekkert samstarf sem að ég er í við einn gallerí til lengri tíma litið, ekki eins og ég alveg opið fyrir því, sérstaklega ef að ég að stefna á að fara út að finna eitthvað hérna heima sem að geti þá séð eitthvað eins og ég segi sko, móðir mín, hún búin að vera umbóðsmaður mín út í Hollandi og hérna var það kannski einhver að spura eitthvað brentverk og ég heyrði þá í móður minni sem að tóka móti gestunum fyrir mig þannig að það er kannski fínt að fara gott ef ég kemur ekki eitt útskriftaverk sem að móðin afhendi, ég held að hvað séru við? Ég kefti ekki einhvern tímann útskriftargjöf móðin afhendi, 2 eða 3 árum. En hérna, hvernig með tungumáli? Hollenskan, hún algjörð hrogna mál eða? Já, ég legg ekki í hana sko. Þegar ég var hann út í náminu þá þessi skóli sem ég var í, hann var svona freka vinsæll að komast inn eftirsóttur. Þannig að þetta var rosalega international. Reyndi ekki mikið á hollenskunum? Nei, ég held að þetta var sko, við vorum 50 sem komist inn í þetta nám sem ég var í á mínum árgangi. Ég held að það hafi verið 10 hollendingar. Já, ok. Svo restin bara, það var Er það ekki fullkomið ratio eða? Jú, mér fannst það. Það var Afrika og það var Ameríka og það var Asía og Evrópa eins og leggur sig, sko. Þannig að þetta var bara alltaf ensku. Kannski sem betur fer vegna þess að þegar ég flutti út, þá kunni ég ekki ensku. Það málega? Ég var alveg ferlegur, sko. En ég svona betri dag. Já, þú ferð þarna út í rauninni bara ekki kunnandi ensku. Ég var tossi sko í íslenska skólakerfinu og hérna svo fór ég enga tíma í ensku svona þegar ég var að byrja í mentó og hérna og svona lærði að segja yes og no og svona en það var ekki, ég gæti ekki haldið upp í samræðum. Ég gleymiði aldrei þegar ég komst í námið og það var farið bara strax í einhverja nýnemaferð, þá hitti ég allir í fyrsta skipti og fórum til Brussel og söfn og gallerí alveg í stífri dagskrá og ég settist í rútuna mætti snemma til þess að fá gluggasæti og beði það til einhver myndi velja að sitja hliðin á mér og svo sést einhver ungur hollendingur hliðin á mér og segja hello, my name is Pum Pum? Já, Pum My name is Pum og ég segi hello my friend, my name is Sigurður og svo segja, do you listen to some music? Og ég alveg fraus og segi yes, music, very good, yes I'm mostly Icelandic music like Þursaflokkurinn and Megas þau hérna það samtal fór ekki mikið lengra Nei, og þeir Pum eru ekki miklu vinir eða? Jú, svo kom þetta allt sko svo líka kynntist honum og hann sagði mig frá því að hann var líka svona latur að sko læra að tala sem krakki sko þannig að hann var alltaf föglatýpan þannig að það fór okkur vel að sitja þannig að ég kunni ekki ensku og hann var illa við að tala alveg mállatur Herðu, sko, áður en við byrjum förum
alveg aftur ætlum að byrja þar kannski eða svona Já, bara hvenær fórst í fyrsta skipti á Jómfrúna? Já, við erum náttúrulega með nokkra samstagsæðla sem við viljum koma að hérna og Jómfrúin auðvitað eins og Yngvi nefnir diggur samstagsæðla og það eitthvað sem segir mér Sigur að þú hafir kíkt þangað inn Heldur betur Ertu með borð? Nei. Ég skal viðurkenna það ég ekki eins stór og ég ætti að vera á Jómfrúavagninum. Nei. Ég elska staðinn en ég bara með 2 staði sem að ég svona mest að vinna með en þegar maður fer á Jómfrúna og í góðum félagskap alveg þetta eru bestu kvöld hvers árs Hvað ert þú að vinna með? Ertu jólakall? Ertu í jazzinum? Ég myndi Fagnaru þegar þú selur gott málverk ferðu þá á Jómfrúna fagnar? Já, sko Og hitti kunnan fullan á næsta borði Gratafnamaður Maður hefur lent í svoleiði sko en jú, ég er jólakall Já Alveg engin Jómfrúin alveg sko ómissanlegu partur á jólunum sko Bara tími til að bóka borð en núna ekki gleyma því þið hafið svona fram í miðjan ágúst til að klára þetta Ég fór einu svona á Jómfrúin á Þorláksmessu Það var alveg geggjað Ekki varst á borði með einhverjum auðjörum Kampaðin í flæðir og Stefán er greiði Já Við kannski náum að óta því á Hann er að hitta okkur í næstu viku Herðu, frábært Svo það eitthvað Carlsberg, þú fær Carlsberg á Jómfrúni 0,0% reyndar ekki hollensku bjór, danskur vissulega Ertu Carlsberg maður? Nei, ég á eftir að læra að drekka bjór Já, þú ert ennþá eftir að læra að drekka bjór Ég var sko í bindindismannafélagi alveg til 20 Þú getur það ekki þegar þú ert listamaður sko. Nei, te-félagi Geirfugl það tók þetta föstum skoruðum æskuvinir úr Vesturbænum Við drukkum te þegar emmeringarnir voru með tebó þeir voru allir emmeringar og hittustu heima hjá einu sem heiti Geir og félagskapurinn hét félagi Geirfugl og við drukkum Earl Grey og eitthvað svona á föstudagskvöldum og rættum pólitík og eitthvað þvælu Tvítur Það er helviti gott Svo fóru menn að skrópa á fundi sko og mættu kannski seint og þá voru þið búnir að vera á hinu gigginu sko og svona öðlegt af þeim og þetta fór svona að falla þessi spilaborgin ég held ég hafi verið síðasti maðurinn í þessum hóp sko til þess að hætta þessu þeir hætta eða byrja sem sagt í víninu Já, þannig að þú byrjaðir aldrei í bjórnum en þú ert víndrykkjumaður Já, það kemur fyrir Batnandi mönnum er best að lifa Keiftu 2 Carlsberg, alltaf 2 á Jómfrúnni næst Bjóttu það bara með Já, algjörlega Þessi fyrir þig, alltaf 2 þessi fyrir þig Þökkum Jómfrúnni og Carlsberg fyrir Herðu, ég vil koma að hafinu líka Yngvi Skarkóli, rauðspretta Ertu long eitthvað í þessari viku? Já, rauðspretta og síld Smakkaður síldina út í Hollandi eða? Matchís Ekki svo í mun eftir Nei, ok Þá eru short síld og langir rauðspretta Holland er ein stærsta rauðsprettu þjóð og bara þau veiða heilan hellinga rauðsprettu Ég er bara nýbúin að komast um í Skarkóla Þannig að við erum langir Skarkólaflokkin Stekið smjöri, þekki þetta Hefur ekki séð þetta, Matchís Þetta er hérna Jú Já, þú hefur bara ekki lagt í þetta Já, ég var mjög lélegur að fara út að borða nema á síðasta árinu Hæ? Já Varstu að púla að fátaka námsmanninn? Já, ég var svolítið að þykjast vera hann sko Já, með 6 leigueignir og Svona Það fór nú samt illa sko Það var á fyrsta árunu, þá var ég í málverkatímanum og ég var ekki lengi að fá viðurnefni Siggi the Big Wallet Það var óskup sakleysislega ástæða fyrir því vegna þess að í þessu námi þá þurftum við að kaupa allt efni sjálf alla liti og allt svona og ég náttúrulega vildi bara kaupa almennilega striga og almennilega oljuliti og svona sko og á meðan sko hinir sumir kollega mínir þarna í náminu þeir voru að koma með lökað heimann til þess að mála Já bara námsmanna lístildin svo ég segi, mér langar að vera eins og þau þannig að ég reyndi að spara svona borga bara vexti og lánunum í staðinn En hvað hérna núna getum við spóla alveg tilbaka sko, ég vildi eiginlega bara ekki að fyrsta bjórnum eða fyrsta vinglasinu Nei sko, Hvernig verður þú listamaður? Hvernig byrjar þetta? Já, bara hvenær kviknar áhugin? Þetta er spurning sem að ég fengið allt og oft sko. Ég þarf að fara að finna ný svör En ertu Vesturbæingur? Ég er Vesturbæingur, Sólvallagatan Gamli Vesturbærin Nágranni með Nánesinu sko. Þetta er ekki langt frá Þannig að ég var nú bara 7 ára gamall þá fór ég á sýningu sem að svona kveitta áhuga minn fyrir myndlist fyrir það var ég alltaf skapandi ég var 4 ára gamall og stofnaði í smíðaverkstæði SSM
sem var rekið þarna í garðinum á Sólvallagötu 11 nema hvaða þegar ég fer á svo sýningu þá breyti ég aðeins stefnu og fer að gera skúlptúra og svo teikningar og svo málverk og svo 10 ára gamall þá helli ég mér í þetta að fara svona titla mig sem myndlistamann. Þú ert 10 ára. Já. Þú ert svo ungur. Og ekkert hik. Nei, ekkert hik. Og svo vaknar maður hverjum degi og maður bara eflist með þessari ákvörðun. Já. 10 ára, sem áhugavert, því að svo margir ganga frá því, eða þú veist svona ganga tilbaka frá því sem þeir ætla að vera þeir vera stór. Já, og þetta var ákvörðun bara sem þú tekur. Já, það var svona, staðföst. Ég fekk þarna afmæliskjöf 10 ára gamall á systur minni, staddur í Kaupmannahöfn og var á hótelherbergi og málaði þá eina mynd með þessum strifum og penslum sem hún gaf mér og og þá vissi ég nú ætla ég að gera myndlistarmaður og þetta verk á ég ennþá í dag. En þetta rétt, ég ætla að segja við erum búin að heyra þessu sögu marga oft þeir sem þekkja til þín, annað þá til að komast að einhverju nýju business hliðin í þér, hefur hún alltaf verið til staðar eða? Nei, hún náttúrulega ekki til staðar. Nei. Hún aldrei verið á það. Ég skil ekki af hverju þeir að bjóða mér í svona fjármála þá. En þú veist eins og að byrja að selja verkin og þetta. Nei, þetta var náttúrulega bara svona eðlilegt framhald. Ég var bara byrjaði ungur að sýna á svona verki mín og þá náttúrulega oft svona viðeigandi að vera með verð ef einhver spyr. Vegna þess að það alveg ómögulegt að fara með þetta allt tilbaka og þurfa að geyma þetta einhvers staðar heima á sér. Þannig að þá byrjaði ég svona að selja verki mín bara á sýningum þegar ég var úlingur 13, 14, 15 ára gamall og svo hefur þetta verið svona bara þróast hægt rólega. Ég tekið svona stór verkefni að mér sem eru svona sjálfdrifin, það hefur verið svolítið svona leiðast yfir hjá mér í mínu sýningarhaldi svona þegar ég var að byggja mig upp út af því að ég var náttúrulega svo ungur þannig að maður var kannski ekki að komast í einhver gallerí eða svoleiðis þá en ég til dæmis leiði jarðhæð Perlunar og hún var breytt í safn og sett upp stóra sýningu með 30 olíumálverkum sem öll voru unnin út frá innblæstri af textum Megasar. Það voru þetta ég var bara gegn heill ég var svo inspiraður á textunum hans og ég sagði að ég var að gera eitthvað með þetta og ég var í 2 ár. Hvað var ég? Ég var 16 til 18 það sem ég hlustaði ekki að neitt Megas í 2 ár. Edru að drekka te og mála. Hugsið ykkur. Hafði einhver áhyggjur af þér eða? Ekki sem að hefur verið tilbúið til að tala við mig það Nei. En ég alveg viss það að einhverjur hafa velt því fyrir sér á hvaða vegg fyrir þetta væri. Já. Ef einhver myndi segja mér að frændi minn væri 16 ára að drekka te, hlustandi og Megas að mála ég veit ekki í hvað úrræði maður reynir að leita. Nei, ég held að það sé nokkuð ljós líka en áhugin menn eru ekki að þessu fyrir peningin þegar taka ákvörðun 10 ára að fara út í þennan bransa, þannig að það hefur kannski verið eitthvað sem við minna hugsað út í bara. Já, og það var svona sýningarna fyrir þess að sýningu í Perlunni, það voru þetta svona, það var stundum að menninganótt í svona einhverju sölum sem ég fekk og einhverju svona veitingastöðum, Andir í Vesturbæl og Laugin mín og ég var náttúrulega sundmaður í 11 ár og alveg rétt, það má ekki gleymast, ég reyna að koma þessu inn í hvert einasta þátt sem ég mæti sem er ekki nú margir þá var þetta svona, þetta var bara svona ég fekk einhvern sal og sett upp einhverjar myndir svona, þetta var svolítið svona bútasömstæmi nema þessi Megasar-sýning var svona fyrsta sýningin það sem að ég var búin að þróa þetta algjörlega í 2 ár og sýndi ekkert á meðan þetta verkefni var í vinnslu og þá hugsaði ég nú er ég búin að eyða 2 árum eða ég veit ekki hvort það sé rétt orðið í að vinna þessari sýningu og valla hugsa neitt annað og þá hugsaði þetta er eitthvað sem að er að lyfta mér á næsta standard og þá hugsaði ég hækka verðið hérna og verðin hækkuð ansi mörg prósent. Hvernig samt eins og mekanismin þarna? Já. Þú tekur ákvörðun, ertu 18 ára semst? Ég var 19 þegar þessi sýning opnar, það var í september, ég var afmæli í september. Hvað kostar að leigja neðri hæðin á Perlunni? Það var einhver 500.000 eða eitthvað svoleiðis Já, sem þú borgar upp front, svo ertu bara að treysta á málverkasölu til að covera það. Já, ég var það var nú bara þannig að ég hélt forsýningu vegna þess að ég málaði þessar myndir í 2 ár og þá var ég svona að fá spurningar, getum við keypt verk úr þessari seríu og svona og ég sagði, nei, ég ætla að opna fyrir söluna þegar öll verkin eru tilbúin. Þannig að í júní þetta ár þegar öll verkin voru tilbúin
þá bauð ég bara þessu áhuga sem að fólki sem var einhver 15 manns og sagði, heyrðu, ég ætla að opna fyrir söluna í dag og þá komuðu í stúdíóið og fóru í svona baráttu að berjast verkin. Þannig að ég var búin að selja helmingin á sýningunni 15 verk þegar hún síðan opnar. Þannig að þetta var nokkuð gott. Nema svo árið eftir þá hélt ég sýningu í Norðurlausasal Hörpu. Já, gott ég mætti ekki þá. Já, það var aðeins dýrara sport. Og ég gleymi því aldrei að það var einmitt líka að hugsa þetta átti bara að vera gaman eða hún bara stóð í einn dag. 16. september, nákvæmlega þann dag 10 árum áður að ég ákveði að gera myndlistarmaður og þá var ég þarna í Hörpunni og sú sýning kostaði nú miklu meira heldur en nokkuð tíma Perlan og mér minnir að ég hefi selt þarna fyrir 280.000 krónur. Í Hörpunni? Já. Og sýningin kostaði alls í mörgum 100% meira heldur það. Þannig að það var það bara flopp? Nei, það var alls ekki flopp. Það var bara nákvæmlega svo átt að vera. Ég var náttúrulega bara minglaði fólkið og það var gaman og þetta var grand og það var bóð upp á drykki nema ég þurfti að kaupa beint frá Hörpu og verðið var svolítið hátt og ég var komið svolítið við budgetið þegar ég var að panta hvítinsflöskurnar. Þannig að ég gleymi því aldrei þegar ég stend þarna í Hörpu og var búin að kaupa hérna drykki fyrir 100.000 krónur. Sem eru svona kona með svona bakka inn í salin úr einum endanum og lappar út hinum megin og það voru nokkrar ræður sem að náðu sér í hvítvinsglas á þeirri sýningu þannig að það var kannski eina floppi það var ekki nú mikið að drekka fyrir Ertu 20 þarna? Já, þarna var ég 20, ég á afmæli 15. september þannig að þetta var daginn eftir afmæli mitt Aðeins byrjar að smakka Já, ekki frá því og þá það var svona dæmi það ég sagði, þetta ekki til þess að vera eitthvað koma út í plús endilega þetta mun bara hjálpa mig seinna og leið vika það til að ég fekk stórt sjónvarpsviðtal út af því að fréttamaðurinn sá þennan viðburð og bauð mér í viðtal og þá sprakk allt Talandum að springa ef þú lítur tilbaka, hvað það svona sem að þér finnst þá að hjálpa þér að taka alltaf næstu skrif, var það megaserían eða hundarnir ekki henni eða það? Nei. Hundarnir komu á eftir? Nei, þeir voru fyrr Voru þeir fyrr? Ég var svo ungur, ég var bara 14 þegar ég seldi, þá var þetta seðlabankastjóra. Hann kom á sýningu hjá mér og keypti fyrsta hundinn. Já, alveg rétt. Var það Már? Já, það var Már. Og Það var svo langt síðan en þetta hefur örugglega ekki verið góð söluvar að segja þetta á þeim tíma. Já, ég veit ekki Þetta dásalegu maður En eitthvað hefur þetta hækkað í virði það lítur nú að vera Já, heldur betur það er það sem að mér skipta máli að þeir sem að kaupa mín verk þeir eru að taka þátt í einhverju vegferð á mér og það finnst mér vera svona mín skylda og allavega það sem að minn vilji að þeir sem að kaupa verk hvort að það sé í dag, í gær eða morgun að það verði engin eftir sjá að komast á þennan vagn Sigurður Sævar, engin eftir sjá Það er gott slagorð En ef við förum aðeins yfir í fjárfestingarnar á þessu höldum áfram Já, ég var til í að heyra bara svona aðeins meira þú veist, hvað en þú tvítugur þarna, ertu að selja til dæmis hundana þetta í Norðurljósasalnum? Ég sýndi þá einhverja það sem var svo gaman að þarna hugsaði þarna voru 10 ár síðan ég tók ákvörðun að gera myndlistarmaður þannig að ég var að fá mikið af svona gömlum verkum tilbaka sýndi fyrsta hundinn og svo einhver eftirminnilega myndir og þannig að jú, það var þeir hafa alltaf fylgt mér nema nú er ég að hætta með þá og það er svona komið tími til að kveðja og þann kafla það sem það eru svo margar aðrar hugmyndir sem að maður er að reyna að komast í að vinna En þið spurðum mig áðan um að fara á svona næsta stig þá var það náttúrulega þessi sýning í Perlunni sem að sýndi það að ég var ekkert að grínast allavega ef þið spurði mig ég lagði blóð, svit og tár í þetta og gekk ótrúlega vel svo sömulegis þá var þessi sýning í Hörpu og svo kom svona smá bara svona það sem að ég var slakur bara að vinna í biðlistum og svoleiðis og bara þróa nýjar hugmyndir þegar ég fer síðan í námið
þá breyttist svolítið og ég tók eftir í þeim leið og ég fór í akademíuna þá breyttist líka kúnnahópurinn sko, þetta hefur alltaf gert svolítið þannig sko. Hvernig þá? Bara sem dæmi þá náttúrulega fyrstu sýningunum voru þetta svona frængur að kaupa kannski og Styrkjafrænda styrkjafrænda og svona sko og það er gott, þetta er fólk sem að passar þá vel upp á þessi verk sem tryggðu sér og svo þegar Megasýningin opnar þá kom svolítið svona annar hópur inn sem að hefði kannski ekki keypt þessi verk ef þau hefðu verið ódýrari og svo þegar ég fer síðan í námi út í Hollandi þá er þetta náttúrulega orðið sko þá er komið næsta stig og þá og svona fólki sem að er svona virkilega sko svona serious það náttúrulega hefur alltaf verið kannski líka einhver leiti en í dag er mikið af svona mínum kúnnum svona mjög alvarlegir listaspekulantar í sinni, ekkert endilega sko, það er náttúrulega allir velkomnir og svona og ég er með verk á mjög breiðum verkskala en svona þeir sem eru kannski svona stærstu kúnnandi mér í dag þetta er fólk sem er bara brenna sumi fyrir myndlist sem er gaman og er þetta stór hópur á Íslandi af þessari tegund? Ég held að það sé stærri heldur en Margan grunar Hvað heitir hann aftur sem á bara á öllum hótelum og allstaðar þar sem kemur stærsti listakka? Já, það er hann Skúli Læknir Eru margir á hans leveli eða? Þú veist, ég veit að hann er stærstur en þú veist, hvað myndur þú segja að vera margir svona kannski á svona öfga stórt sko ég veit ekki, þetta eru kannski þrír menn eða eitthvað svoleiðis sko. Já, þó það? Já, ég myndi halda það sko Og maður hefur alveg heyrt yfir 1000 verk Já á kjaft, eða á allan að sjá skúla sko. Hefur ekki tekið eftir þessu eða? Nei. Þetta er bara mörgum hótelum og einhverjum veitingastöðum, það stendur alltaf bara eitthvað verk í eigu skúla Ég er náttúrulega ekki alveg eins djúpur og þú í þessu sko en ég er að togast nær og nær sko Já, þegar maður fyrir að búa sjálfur þá fyrir maður að vilja vera með einhver falleg verk og fleira upp á veg En fyrst við erum komnir að skólaárunum við langaði að spyrja einhvern tímann fram að því hafðirðu unnið einhverja svona hefðbundna vinnu eins og við köllum venjulega vinnu gaman á skóli var verið að pressa á því í fjölskyldunni hvernig ætlar að fá þér alvöru vinnu? Ég átti að fara náttúrulega það er ekkert leyndamál að það var verið að pressa á mig að fara að vinna kannski bónus eða í ísbúð eða eitthvað en ekki hangandi heima hjá mér öll sumur en ég náði svona spórna við því eins og ég gat sko. Ég var nú í sundlauginu daginn og þá hugsaði ég var að vinna við þetta það var svona sundnámskeið fyrir unga krakka í Vesturbælu og ég var sett svona þegar ég var úlingur þá var ég að hjálpa strákunum í gegnum klefan og ég sá þetta og ég sagði, ég var að vinna við þetta ég var búin að stengleima því, ég held ég hafi verið þarna eitthvað eitt sumar í því svo var ég náttúrulega að sjálfsögðu fór ég í borgarvinnuna að sjá beðin úlingavinnan bara 2 ár í röð bara var minn besta vinni mínu þarna þannig að það var ekkert eðlilega skemmtilegt ekki var maður að gera þetta fyrir peningi 200 krónur á það er herfilegt En líka á þessum tíma ertu þá ekki að fá pening líka á málverkasölunni aukalega, þannig að þetta er bara eins og þetta sé hobby til að vera með vinnu sínum þetta var hobby til þess að vakna að daginn og liggja í sólinni og svona og svo var það þannig, ég var í söngkóp og við vorum 3 til 4 það var svona sveiflaðast aðeins til og við vorum að syngja út um í veislum og svona á sínu tíma og þetta bara kvartett eða svona og bara án undirleik sko, a cappella og þetta var það fannst mér ægilega gaman að mæta eitthvað staðar í einhverja veislusali og syngja þrjú lög ég elska svona atriði sko þeir voru að ratta þetta væntanlega ég var bassinn sko þetta voru strákar úr drengjakór Reykjavíkur sem að stofnuðu þennan hóp og einn þeirra var góðu vinur minn úr Vesturbænum og ég var fyrst ráðinn sem umboðsmaður og þeir byrjuðu þetta ævintýri í falsettu nema hvað svo fór svona þegar að líða á sko þá fór þetta aðeins svona að grána hjá þeim gamanið það sem að þeir fóru aðeins að missa rattirnar og svona og hvert gig var ævintýralega spennandi hvort að eitthvað myndi klikka í rattböndunum og þá hugsaði við þurfum að færa okkur yfir
og byrja að syngja svona hefbundið en þeir voru ennþá svo háir uppi að ég umboðsmaður, ég var titlaður það, ég reddaði meinu giggi þarna, fyrsta borgaða giggi reynda og þá var ég sem sagt fengið til þess að vera bassinn ég var nú yfirleitt í svona litlu hlutverki, svona búm, búm eitthvað svona ég get ekki ég dætt út í orðinu falsetta það er svona hátt ég ætla ekki að taka þetta Anna, varandi vinnu, sagðist þú hafa verið að vinna í Vesturbæjarlaug eða? Nei, ég var ekki að vinna í Vesturbæjarlaug ég var að vinna hjá KR, Sundel KR var með þetta námskeið og ég var náttúrulega sundmaður, þannig að ég var ráðinn Þannig að þú hefur verið í svona hefðbundri vinnu Já, það er ég var bara rifið upp síðustu viku gaman að þessi spurning skulle koma En svona segjum listamaður, hvernig er vinnudagurinn? Sko, í hugmyndmargra er að þú drekki fullan og vaknar svona í hádeginu tekur rauðin í morgumat og byrjar að mála þá er ég ekki að tala um þig, þá veist það er bara svona ímyndin af erki listamanninum hvernig lýsir þú þínu degi? Þetta er algjört frelsi og maður þarf svolítið, maður er náttúrulega sko við listamennirni, við erum allir okkar eigin kaupallafyrirtæki svo við tengjum þetta við svona þema og stef þess að þáttar sem að snýst alltaf um einhverja aura og þá fínt að bjóða svona antikapitalísku manni sem ég er í þetta en jú, það sem málið er að við náttúrulega listamennir, við erum náttúrulega allir okkar í kaupallafyrirtæki og það skiptir máli að við séum að standa okkur og eins og þegar fólk er að kaupa listaverk ef það er að kaupa það eins og í fjárfestingu þetta er kannski eitthvað sem við getum rætt á eftir frekar að þú eru svolítið að hafa trú á þeim manni eða þeim listamanni sem að þú ert að velja ef þú ætlar að fara stór á þann vagn en með eins og daginn minn sko ég er búin að vera svona aðeins að rannsaka það dagana mína ég vakna stundum á morgnana og ég hefði sett er eitthvað dagskrá í dag og fer kannski í eldhúsi og horfi yfir borgina og hefði sett nú við er einhver gestur á leiðinni? Nei, ég held ekki ég vanta mig svarta málingatúbu, nei, ég held ekki og þá er ég að finna eitthvað að gera og það er alltaf nóg fyrir stefni á vinnustofun að mála verk sko en svo margt annað sem getur komið inn í en ég hef verið svona aðeins að pröfa mig áfram og byrja að vakna snemma tók eftir því Hversu snemma? Þannig var ég að segja hvað væri sniðugt fyrir Sigur Sævar að setja upp heimasíðu, vera með gott Instagram gott content í kringum málverkin byrja að selja á netinu, gegn tegja bara eitt fast verð, hann þarf ekkert að spá í einhverju erlendi kúnnar dett inn hann bara borga sömu föstu þóknuna vesen, talar hann við þjónustuna þú þekkir þetta? Auðvitað, ef þú ert með Shopify síðu líka það er þetta no-brainer, það er í tegja ég maður ekki með neinu öðru, Shopify og tegja það er bara eins og kartöflumús og uppstigningur algjörlega, heitir ekki það? Ekki hægt að segja, uppstúr tjekkja á tegja og komið öll í gagnið frá þeim Hvað þýðir það? Við erum að tala sko ég er ekki búin að ná því núna þegar það er svona bjart á mótnana en mér varst alveg rosalega gott í vetur svona nóvember og desember og janúar og februar og mars og vakna svona sko örsjaldan klukkan 5 en yfirleitt svona 6-litið og þá bara heyrðu það kyrði yfir öllum og það er engin áreitið með gott útsýni úr stúdíunum mína sem ég get fylgst með sko borginni vakna fæði mig kaffi og byrja bara að mála strax sko og það átti maður að sjá því maður byrja klukkan 6 og þau lappar á Svefnberginu og inn í vinnuherbergið og svo svo maður komin kannski búin að vinna til 10 hvað eru það margir klukkutímar sem maður kannski aðri kollega mínir að vakna þetta leyti eða sofna kannski frekar En þú tekur þetta bara svona og upplifir einhvern tímann ég verið að gera það þannig og það hefur reynst mér mjög vel núna svona að fungera vakna svona snemma og svo ef maður er alveg bugar og getur maður lagt sér maður tekur kannski hátíðis vera þundi og laprima vera eða eitthvað þá það er nú stundum gott að leggja sér seinnipartinn eftir það smá síðasta En upplifir á einhverjum tímapunkti eins og þetta sé að vinna þú verður að gera þetta eða er þetta ennþá bara passion þú ert bara að vakna, ég er bara býð eftir að búa til næsta verk Þetta er rosalegt passion og ennþá, þú veist já, eins og ég sagði það hann sko og hverjum deginu þá ykst það sko þannig að ég sko finnur fyrir pressu, þú veist Já, ef að fólk pantaði hjá mér málverk fyrir kannski ári síðan og er alltaf að senda á mig hvað er að frétta Ertu með biðlista? Ég er með biðlista núna en ég er svona verið að reyna að ganga frá honum og reyna svona að reynsa til hjá mér þannig að ég geti
fara að koma aftur út og markmiðið þá fara bara út og þurfi ekki að koma kannski aftur heim fyrir en einhver tíman sko að tryggja sér eitthvað svona frelsi Já, áhugavert. Annað, getur við spólað hans tilbaka þessi myndlíking með kaupallafyrirtækin Já, segjum að þú fjárfestin Sigurður Sævar já, ert núna að betta á yngri 10 árum yngri en þú já. Hvað erum við að horfa á í ungum listamönnum að þau þurfa að hafa? Er það menntun sem skiptir máli? Er það fjöldi verka? Er það seríur? Hvernig cherrypicka maður góðan listamann? Bara eitthvað sem að augað elskar Já, Nei, þetta er kannski sko ég 10 árum yngri en ég er náttúrulega svo ungur já. Þú ert fættur hvað 98? En menn er að byrja að kaupa þig hérna 14, 15, 16 ára Já, það held ég að sé mjög sérstakt Já að ég var bara Peningakallarnir sem er að hlusta núna þau vilja betta okkur á 14, 15 ára Já, sko, ég hugsa að kannski það sé svolítið ungur aldur Já, en bara svona samverkamenn og aðra Já, en ef við tölum bara svona listamenn almennt þá held ég að það sé bara fínt svona kannski að fá að kynnast listamanninum og svona heyra hvað hann er að pæla hvað hann sér fyrir sér í þessu og reyna að greina sko, reyna að lesa mannin sko, hvað þú þefa mikið passion Skiptir menntun máli í þessu? Menntun skiptir máli, já þó að sé leiðilegt að segja það menntasnobbið er allstaðar og Allstaðar hvar? Bara í þeim sem allstaðar í, þú veist, þjóðfélaginu líku við, skilurðu En nú varst þú búin að selja helling áður og ferði í skóla Finnurðu mun bara, heyrðu, kunnahópurinn núna eru með gráðuna þá banka nýjir kaupendur upp og þeir eru með mentasnobbið Já, sko við getum ekki sagt að þau séu með mentasnobb kannski en það sýnir það náttúrulega líka að fara í gegnum svona nám eins og ég fór í gegnum, það var alveg ótrúlega hollt og gaf manni rosalega mikið rými til þess að svona spekulera í því sem maður var að gera og sérstaklega vera þarna úti náttúrulega í svona einangrun þá held ég að þetta sé mjög hollt öllum listamönnum en varðandi sko mentasnobbi þá er ég kannski ekki að tala í kaupendahópnum þó að það sé vissulega svona framhald en ef við tölum bara svona struktúrin í listaheiminum þá er náttúrulega galleríin og söfnin þau horfa til þess að listamenninni séu menntaðir sko. Er það þá bara eins og að fá eitthvað belti á búningi í karate bara, hann er komið með mentuna svo komast inn í ákveðin stúdíó þá ertu bara Já, það er svolítið þannig það er alveg hægt að skoða bara fyrir listamann Þessi góð myndlíking var þetta, við karate Já, ég get ekki nefnt það sem ég ætla að segja, ég upplifði þetta oft bara sem karakter listamannsins og svona stemmingin í kringum, þú veist því að maður hefur séð einhvern bara skvetta málingu í rauninni á striga og selja það fyrir, þú veist, fáránlegar upphæðir og þú veist, flott eða ekki þá er þetta oftast bara, þú veist, karakterinn og Varst þú að kaupa mikið af svona abstraktverkum í COVID þegar allir voru orðnir abstraktmálara Nei, þú veist, maður sér alltaf eitthvað svona, sko og þú veist, einhverjum Bæ Arnar því að, þú veist, listi er rosa afstætt þú veist, þetta er rosalega afstætt, sko og ég veit mitt, maður hefur alveg grínast með þetta og einhver bara hendir málingu og striga og svo er þetta bara selt, sko á dýrum dómum þannig að þú veist, þetta er auðvitað bara mikið smekksatriði og stemming og karakter skiptir máli held ég sko það séu svona helstu breyturnar sko ég er mikil stemmingsmaður Já, þú er stemmingsmaður og mikil karakter Ég held að það hafa alveg áhrif sko Já, 100% En það er bara flott verkauð þetta líka fyrst og fremst Þau eru allt í lagi En ef við tökum eins og bara núna með Arnar hann er að byrja að kaupa listaverk Hver eru þínar ráðleggingar sem fjárfestis Ég sammála þá alltaf að vera augað sem að ég myndi ekki kaupa listaverk út og heldur að það sé að fara að hækka alltaf að kaupa það út af því að þú treystir til að hafa upp á vegg heima þér og finnst það flott svo kemur allt hitt hvað eru svona kriteríurnar sem þú horfir á til að mæla með fyrir mann eins og hann ef við segjum að hérna komi maður til mín velkomin takk fyrir og þú ert að velta þig fyrir þið vantar eitthvað listaverk ég er byrjandi þá þurfum að spyrja þeirra spurninga á hverju vantar þið listaverk ertu að fara að gefa þetta? Nei, þú ætlar að kaupa þetta fyrir sjálf og er það heimtíðin? Þá held ég það sé komið tími til það verður að vera eitthvað á veggjónum ég var að kaupa heimilum daginn og ég var svolítið lélugur með hamarinn og naglan og ég var búin að vera held í 3 mánuði þegar ég hengi upp listaverkin eftir aðra listamenn uppi og ég er búin að vera svona 10% hamingjusamari síðan að það fór upp á vegg akkurat hitt var svolítið eins og ég var í mættu bara á Landspítalann sko í eitthvað þvælu sko ég meina það eru bara ákveðin dópamin ofta því bara
að sjá fallegt verk. Já, þetta það sem að mér gera heimilið. Hvað maður á að horfa til? Ég myndi bara persónulega byrja að kanna hvað þú tilbúin að setja í þetta. Það sem ég segi allavega við sjálfa mig út að ég búin að vera að safna verkum eftir kollega mína síðan ég var 13 ára gamall og á nokkuð stórt og mikið safn. Ég hef aldrei séð eftir krónu í því sem að ég seti listaverk. Eins og ég talaði áðan, sko, við listamennindi við erum bara náttúrulega okkar eigin kaupátafórstjórar og að millifæra inn á millifæra fyrir listaverki þá ertu raun og veru bara að færa peningin í annað form. Vegna þess að það yfirleitt þannig að ef þú kaupir verk eftir listamenn sem eru alvöru gefnir og eru með passion fyrir því sem þeir eru að gera þá eru litlar líkur á að þetta falli í verði. Það yfirleitt þannig að listamenn sko, verð hjá listamennum svona á svona hvað sem maður á svona frummarkaði, það ekki venjan að þau lækki. Frummarkaður það sem fer í stúdíóin eða bara þegar þú ert að kaupa beint af Er það bara fyrsta salan? Fyrsta salan, já. Svo náttúrulega endursölumarkaðurinn. Þannig að það eru þessi tveir. Hefur þú ekkert verið að fara í gegnum uppbóðin? Sko, mín verk? Jú, ég segi við mína kúnna sem kaupa orginalverk að ef það kemur til þess að þú ert ekki lengur glað með verkið, vantar pening eða hvað sem það að heyra í mér ef þú vilt selja það eða losa það og það gert til þess að ég geti í alvörinni? Já, ég geri þetta í dag það vegna þess að þá geti ég haft kontról á því hvar verki mín eru vegna sem ég þykir vænt fólki sem að kaupir hjá mig verk Þetta bara svona eins og endurkaupa áætlun í þínu kaupa fyrirtæki og kaupi sko og eins og fyrir mína kúnna þá reyni ég að halda utan svona eigendaskrá sem ég skrái niður alla sem að kaupa og svoleiðis sko og byrjaði kannski smá seint á því en það eru komin nokkur ár síðan ég byrjaði það og hverju ári þá býð ég svona þeir sem eiga orginalverk í veislur og einhverja svona húlum hæ og vera að hætta að senda postkort ég fæ þetta aldrei, ég verð að fá bara Messenger frá þér veistu okkur ég sendi þetta í postkorti? Er það til að ég mæti ekki? Nei Það náttúrulega fyrst og fremst út að það rosalega elegant Já, það er það og svo hitt að það ég gerði þetta alltaf að halda þetta bara í stúdíónu sem var bara 116 fermetra blokkar íbúð og ég vissi að ef allir myndu fá þetta í gegnum netið og þar veru með þetta að skrifa niður og allir myndu mæta þá þetta bara vandræði sko. Það myndi síga gólfið þannig að það fínt að hafa þetta í umslagi Það sá við þér þarna sko Í þau 2 skiptu ári sem ég fer í póstkassan og sé þetta þá segir við frúna nú Margrét Danadrottning að viðurkenna mig sem frænda sinn sko Svo opnaði Svo erum við ekkert skilt það var bara lygi en þetta það sem ég segi við kúnuna sem að kaupa orginalverk og það þykir mér sniðugt nema svo hef ég lent í því að ég hef lent á uppboði Það var eitt verk sem að hékk uppi á einu virtasta veitingastaða borgarinnar á þeim tíma en fór á hausinn að lokum og það var eitt verk sem að fór á uppboð nema hvaða það verk það seldist á 50% hærra verði heldur en sko á vinnustofunni á mér til safnara í Hong Kong þannig að það var gott start og svo hann að minnka safni hjá sér og var að safna mikið íslenskri myndlist þannig að hún fór aftur og þá fór hún á sama verði og vinnustofunni á mér og svo lendi í þessu aftur í vetur þá var svona perlu uppboð í Gallerí Fold og það var ein mynd sem var einmitt seld þannig að ég gaf þessa mynd á svona uppboð þannig að ég náði aldrei að hitta kúnnan og hann var búin að eiga þetta verk í 5 ár þegar hann setur þetta upp á daginn og það verk fór 40% yfir verðmatinu sem uppboðshúsi gaf þig ég er mjög glað með það vegna þess að ég var tilbúin að kaupa það tilbaka sko og svo er ég með góðum vinum mínum Varst að bjóða? Það enda að fyndi ef að eigandinn er að bjóða mót einhvern og tapar eins og ég segi, ég var alveg tilbúin að kaupa þessa mynd tilbaka vegna þess að ég vil vita hver verki mín eru og velja svona og lenda á góðum stöðum en í þessu tilviki þá var ég bara á góðu skralli með góðum vinum þegar móðir mér sendi mig skilaboð og segir mér hvert næsta boð er og segir, ert þú að kaupa þetta? Ég segi, nei, mikið ánægilegt og það var einhver mikið höfðingi sem að gifti þetta verk En í þessari eigendaskrá sem þú heldur utanum ertu þá farin að trakka verðið? Er verðið bara í tröppugangi upp á við? Ég með ósköp einfalt
vegna þess að hjá sumum listamennum getur þetta verið ægilega flókið og ég hef hitt listamenn og kannski í stúdíun og segja, já, hvað kostar þetta? Og ég segi, ég veit það ekki og svo segir hann eitthvað verð og svo spyr maður mynd sem er kannski helmingi stærri og hún er jafnvel helmingi ódýrari, sko og það er jafnvel eftir því hvað hann er búin að vera með hana lengi á vinnustofunni, hvert verðið er, sko þess að ég er búin að vera með hana í 4 ár það vil lengi kaupa þetta og þú mátt fá hana þessu verði, sko en hjá mér hef ég haft það þannig að svona upp úr, já, í raun og veru bara síðan að ég opnaði þessa þarna sýningu í Perlunni á sínum tíma 2016 þá er ég búin að vera með bara svona verðskrá í raun og veru sem ég miða mig við það sem eru bara svona helstu stærðir og þetta eru verðin og það er gaman að hafa alla jafna. Já. Skemmtilegt. En hérna út að þau vorum að áður lengri er haldið, þá auðvitað höldum við áfram með samstarfsaðila hjá okkur næstir, Creditinfo, Yngvi. Já. Það er viðskiptamannavaktin og ég mér heyrist. Það er mynd að bara tengja þetta, hann virðist vera með allt á tæru þar. Þú kynnist þínum viðskiptavinum? Já. Og leggur það í vana? Mér finnst það. Þú kynnið þér þá? Sko, það er ekki kannski í gegnum þessa vefsíðu. Nei, svona smá líking þarna. En jú, ég kynnist þeim vel og það er, sko, sumir af mínu bestu vinum í dag er bara fólk sem ég hef kynnst í gegnum það ætlaði einu sinni að koma til mín og skoða einhver listaverk, skilur og svo erum við bara núna að taka dinnera kannski reglulega. Nákvæmlega. Er ykkur útistandandi kröfur? Hvernig svona greiðslutímabili hjá þér? Þetta er óskup einfalt. Bara staðgreitt? Já, þetta eru svo fáar sölur sem að maður er að selja. Maður vill hafa þetta minna en meira í þar að segja fjöldaverka. Og það hefur verið svona taktikinn hjá mér síðustu árin að þau orginal verk sem ég læt frá mér er að fækka. Heima, sko. Og er það þá bara systematist þú ert að reyna að koma þeim út? Það er bara það er raun og veru bara að hafa verkin frekar stærri og dýrari eða þannig, sko og á móti kemur þá eins og upplagsverk, silkiþrykk og prentverk og svoleiðis, sko, sem maður geta stundum hjálpa manni maður er alveg blankur. Já, það er þegar þú ert að gefa út í hvað, 30, 50 Já. Er það ekki, hvað fær maður upp í 90, 100, 20? Það fer eftir í hvern þú spyr, sko, en ég er að vinna með, ég var að gefa út verk núna sem voru svona silkiþrykk og það voru 30 eintökum, tölusett og árituð. En ef við tölum En þið heyrið þetta, eins og með viðskiptamannavaktin? Já, bara, þú veist, vinni fyrir lífstíð. Það er bara farið inn á Creditinfo og kynni ykkur viðskiptavinnu, þið vitið aldrei í hverju lendi. Þetta getur orðið eitthvað besti vinnur. Þá kom Creditinfo kærlega fyrir, Yngvi, það eru fleiri samstarfsaðilar, ég veit að þú rosa slæmur í dag. Þú að munnræpa á þér. Síminn Pay. Ég var búin að segja frá því, þeir eru með leik núna fyrir einstaklingskortin. 1.000.000 Icelandair gjafapunktar. Það er ekki slæmt. Við segjum ekki nei við því. Ef þið eru með léttkortið frá Síminn Pay, þá er þið möguleika á því að vinna í loksumars 1.000.000 Icelandair flugpunta. En það er ekki það eina sem við stöndum fyrir það er líka fyrirtækjakortin. Það er sem að þú getur aðgangsstýrt, þannig að menn er ekki að koma inn í stúdíó til þín að strauga kortið bara ég var að hugsa þetta öfugt, sko, upp að þú vilt hafa heimil- og umboðsmanninum, sko, þá getur þú látið hana fá kort og þú getur tímastýrt í og sett limit og fleira, sko, þannig að þetta er mjög sniðugt fyrir fyrirtækjaeigendur. Tjekkið á Síminn Pay, sömuleiðis á Creditinfo, þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið. Herðu, næsta mál á dagskrá. Erum við ekki að fara aðeins út í fjárfestingarnar? Aðeins inn í þennan heim. Jú. Þú sjálfur, þú hefur nú gefið það út að þú kaupir dálítið eftir Erró, eða ekki? Hann er safnari. Ég safnari. Já, safnari frekar en... Já, ég er búin að vera að safna síðan bara, 13 ára gamall. Þannig að ég hef verið að reyna að byggja upp svona skemmtilegt safn. Málið með eins og til dæmis Erró, þá held ég að ég hef heimsótt hann til Frakklands í stúdíóið og þegar maður gerir það þá náttúrulega gerist eitthvað, sko, og maður bara hugsa, vá, þetta er æðislegt, sko, og eftir þessa heimsóm þá var ég svona, mér langar að eignast verk eftir hann, sko. Þannig að, og hann er mjög aðgengilegu listamaður, svona, hann er náttúrulega búin að gera alveg ótrúlega mikið magn verka á mjög breiðum verðskala. Þú veist, dýrasta Erró-verkið eru 100 milljónir og það Já, hann er svona hár. Já, og það ódýrasta er einhver prentverk sem eru kannski, þú veist,
20 skall já, eða, þú veist, ef þau eru ekki númeru skilur sem samt búið að árita eitthvað þannig sko. Þannig að þetta er allur verkskalinn þarna og það er líka svo gaman að geta sko, eins og þessu tilviki þá jú, vissulega keypt svolítið að verkum eftir henn og það er svo gaman að fá þetta í svona ólíkum tímabilum og tæknum og svoleiðis sko. En ég er aðalega búin að vera að safna grafíkverkum. Eftir hann eða bara yfir höfuð? Já, ætli það sé ekki eftir hann náttúrulega aðalega grafíkverkum, svo eina vasslitamindir og teikningar og eitt olíuverk. En annars er þetta aðalega grafík og í mínu safni það er eftir aðra listamenn þá er allur gangur á því hvað ég er að samna. Það eru skúltúrar og allskins fæla. Ef við dveljum aðeins við Erró sem er örugglega þekktasta íslenska nafnið í myndlist, er það ekki? Nei, kannski ekki allar að segja Tolli. Ég var að hugsa að segja kannski Ólafur Elíasson. Já, þú veist, ég var að fara að koma með hann næstan, en ég held að fleiri svona gómar þekki Erró heldur en Ólafur Elíasson. Hérna á Íslandi. Já, en Ólafur Elías er þá væntanlega kannski stærri. Já, hann er náttúrulega bara, international. Já. Stjarnan. Já, en ef þú ferð með okkur bara svona, hvað eru kannski 5-6 svona stærstu sem að poppa upp? Ólafur Elías, Erró, einhverju fleiri? Í heimi eða hérna? Já, bara hérna heima. Sko, já, það er Ólafur og það er hérna Raggi Kjartans og það er og það er Erró og nú er ég komin í vandræði. Ég get ekki sett upp einhvern lista. Þetta er svona burning question. En af svona up and coming Steingrímur Gauti, Baldur. Ég er svona búin að vera að safna 2 sérstaklega listamönnum sem að ég er gaman að sem eru mjög ólíkir. Það er hérna Georg Óskar, já. Og hann er út allan heim að sín út alla trissur og ég er svo gaman af hans verkum. Þannig að ég var svolítið eftir hann og svo er hinn sem er svona kannski allt öðruvísi en það er hann Þrándur Þórarinsson. Já. Ég er rosalega gaman á honum en hann er náttúrulega, hann er svona ólíkt Georgi, hann er meira svolítið að fókusa bara á íslenskan veruleika sko. Hann er svolítið svona lokal. Já. En ég held að miðað við hvað verkin hans eru sérstæð miðað við sko hvað hann er að gera að þá muni það standast tímans tönn. Já, það er ekki beint verk sem maður hengi frá barnarúmið eftir hann Þránd sko. Hvernig eins og með, þú veist bara geta verið svolítið dark. Eins og með Kjarval, eru verk eftir hann að fara dýrar heldur en Erró? Nei, Kjarval er eiginlega stundum sorglega ódýr. Já, það. Og hann ger mig grein fyrir að hann er látin. Já, og hann er náttúrulega lokal, hann hefur ekki fengið kannski útrás sem að hann ætti skilið, hann vera sýndur út í heimi. Þannig að sko verk eftir Kjarval, það er hægt að fá þau á lítinn pening sko. Teikningar kannski á 80 til 200 skall, skilur. Já, er ekki meira. Nei, en hann náttúrulega gerir svo mikið af teikningum og dóti sko. En það er fyrir stundum á uppbóðun einhverja teikningar sem eru kannski ekki merkileg verk þannig séð en það er hægt að kaupa Kjarval orginal verk á slíka peninga sko. Og svo erum við komin í sko landslagsverkin og þau geta verið kannski svona 800 og upp úr kannski 7 milljónir eða eitthvað svoleiðis. Það eru svona hans frægustu verk eða ekki? Jú, en svo eru í dag svona vinsælustu verkin hans eru hérna þetta huldufólk og álfarnir og það allt saman það sem eru konar fígúrur í landslagsverkin. Já. Og það kannski sýnir held ég bara svona smæð listaverkan var kannski sinna heima það þarf ekki marga aðila til þess að heillast að þessum fígúratífuverkum og þau allt í hennu þrefaldast á örskömmum tíma sko, nokkrum árum. Sko. En einmitt, hvað er það sem getur snúið sem stemmingu? Hvað skapa þá stemmingu, það trend? Ferð að sjá þetta á Instagram hjá einhvern söfnurum eða frægufólki eða veistu bara að ákveðin aðilar að kaupa? Já, ég held að markaðurinn sé, ég sagði að hann væri stærri en við höldum en ég held að hann sé það ekki það stór og þetta fólk talar alveg saman og maður veit bara til þess að það eru ákveðinir aðilar að safna ákveðinu verkum og þegar það eru kannski komin 5 aðilar sem eru að safna ákveðnu listamanni eða ákveðnum flokki verka þá er það fljótt að komast til skila á eins og uppáhaldsmörkuðum og svoleiðis. Þannig að jú. Ég verð nú reynda líka leiðrétt að ég var eitthvað aðeins. Nei, hérna er þessi verk eftir Þránd sem eru svona dark. Hérna er einhver nunna að skera upp ungabarn. Þetta er bara svona 1600 hérna
pælingin sko Já. Það bara eins og þetta sé málað á tímum Da Vinci Já, þú hengið þetta ekki upp fyrir að ofan barnarúmið sko. Þetta er ekki svona Þetta er gríla þetta er gríla. Hvað heitir þessi stíl? Hvað myndum við kalla þennan stíl? Eating babies like a witch. Ism. Mér finnst svo magna líka sko að fara yfir söguna hvernig sko málverk hafa þróast sko Þessi er svolítið fyrir þig Arnar. Þetta eru páfuglar að éta mann. Þessi lítil spurning þessu á mínu heimili. Þetta eru gammarnir. Já, gammarnir, já. Er það ávísun í gammalt fjárfestingafélag? Það var það þegar málaðina. Já, skemmtilegt. En nei, hann er með mörg flott verk. Já, en sko það sem ég var að tala um svona sögulegt sko hefur þú veist, er áhugið þinn bara á einhver svona modern þú veist, síðustu 100 ári eða hefur þú veist, gaman að því finnst þér 400 ára verk einhver flott ég á 2 verk sem ég keypti í París það var bara út að það voru svo fallegum römmum það voru svona verk frá 1600 og eitthvað það voru svona svakalegum, svona giltum römmum og ég kannski ger eitthvað við þetta seinna en ekki endilega hafa það upp á vegg sko nei, ég er mjög hrifinn af svona einhverju sem er lifandi og þegar ég byrjaði að safna þá byrjaði með þetta uppbúðinu og var að kaupa mikið svona gömlu meistarana þegar við sögum gömlu meistarana þá voru að tala um bara, þú veist listamenn síðustu aldar á Íslandi þannig að þetta er það þá Kjarval, Stórval ekki Stórval náttúrulega kannski en Kjarval og Gunnlaugur Blöndal og Skeving og þetta er þessir menn sko nema hvaða svo áttaði mig á því þegar ég var stundum að fá gesti og fékk stundum spurningar býttu hvernig það Sigurður og þetta var kannski gerið 4 sinnum og jafnmörgum árum það sem að ég var spurður yfirleitt af konum eða alltaf af konum sem að spurðu hvernig það Sigurður ert þú ekkert að safna verkum eftir konur og ég fór að líti í kringum mig og skoða veggina og hjartsláttunum fór á flug og ég sá ekkert nefn einhverja titlinga á veggjunum og ég segi, já, nei, það er nú Karolína Lárusdóttir og eitt verk eftir hana þarna og svo var það bara staðan og þannig er listasæna líka gerð sko, þetta er svona kallægt nema í samtímanum í dag þá er þetta búið að breytast og jafnast út þannig að ég fór svona að safna meira af lifandi listamennum og við þykir það svona skemmtilegra í dag og það er náttúrulega kynjahlutildin nokkuð jöfn ég veit þessu Þannig að þú ert svona bara svo kallaði safnari þú ert ekki beint að kaupa verk svona í þeim með því fyrir bara Jú, ég get alveg það út að spyrja, ég get alveg loðari hann er ekki að kaupa einhver sem hann heldur að sé að fara að lækkuverði hann er safnari en innst inni er það náttúrulega fjárfesting líka þú veist, er þetta dónuleg spurning eða þú veist, má ég spyrja þessu? Þetta er rosalega dónuleg spurning með það fyrir sjónum að selja það dýrarina Nei, algjörlega eins og ég segi sko að þetta fyrir mér kaupir einhvern tíma eitthvað að hugsa eftir 2 ár þá kannski selja þessa Já, svo er það þannig að það sem ég tek á móti gestum í stúdíónu þá er ég náttúrulega með svo mikið af verkum eftir aðra sko. Þannig að stundum er það þannig að fólk sér má ég fá þessa hjá þér hérna já, allt í lagi en þá er svona reglan hjá mér að það sem ég er að selja sko er helst eitthvað sem að ég kaupi þá í gegnum uppboð eða svoleiðis og sel þau en það sem ég kaupi svona beint af listamönnunum það held ég sjálfur það vil gema Þetta er svona eins og slagorð Oregon, nýsköpun og öryggi Já, þetta minnir dóltið á það Hann er framsækinn, en hann er öruggur Ég er sammála því og byggir á öllum þeirra góðu kerfum Passu upp á öryggi, sérstaklega Segðu mér eitt, hvernig með svik og svindl í málaraheiminum? Það er náttúrulega vel þekkt Oregon gæti verið að vinna í gervigreind sem að metur þetta Hefur þú lent í einhverju slíku? Þekkjur til svika á íslenska viðlistamarkaðnum? Já, ertu þá að tala um falsanir? Já Já, ég hef ekki lent í því sjálfur að kaupa eitthvað svikið að ég held svo skilst manni að það sé ekkert víst Nei. það eru örfáir sérfræðingar sem að meta þetta en ef maður er að kaupa á svona þessum uppbóðsúsum hérna þá er þetta skoðað vel á sérfræðingum og það er þannig að þeir eru að tala um að þetta sé mikið og ég ekki trúa því Að það sé mikið svindl? Já, sko, nei, þetta eru mörg verk hafi verið fólksvík gegnum tíðina og það er yfirleitt verið að bendla þetta við ekki stærri hóp heldur en já,
örfáa Já, 1, 2, já, 3 menn kannski Já, ok Býtu, eru þá málarar að Bara ástsælir málverkafalsar Já, það þannig stóra málverkafölsunar máli við aldamótin Já það er þetta að googla til það Já, ok, nei, ég vissi það ekki en var og þá það sem var kritiserað í því máli að það var verið að falsa þarna verk eftir Svavar Guðna og Kjarval og einhverju svona menn verið að kaupa sko bæði með því að mála verkin á einhverju gamla strík og sömuleiðis að kaupa verk eftir einhverju óþekkta listamenn og klippa merkinguna af og þrengja myndina sko og merkja upp á nýtt þannig að það var kannski einhver blómamynd mert einhverjum öðrum íslenskum listamanni sem var kannski einhver Dani eða einhver annar sem málaði hana en það sem var svona það sem hefur verið kritiserað í því máli að þegar það var rannsakað og átt að fara að dæma í því að fólki sem að satt uppi með þessi fölsuðu verk það fékk þau í hendurnar aftur og þá fer það í geymslurnar og svo kveður fólki þennan heim og erfingjarnir fara að taka til og sjá þarna fallega Kjarvalsmynd og þá hún aftur komin í ringrásina þannig að það er svona vandi núna hefur maður heyrt í umfjöldunni einhver mekanism í dag eins og fyrir þig bara þegar þú ert búin að mála þá tekur bara mynd þannig að þú eigir einhver stað mynd af originalnum upp og að geta greint setna meir þú veist þetta er augljóslega fölsun því að ég á mynda frumverkinu hérna eitthvað svona í gangi eða? Nei eina sem er hjá mér það er náttúrulega ég á myndir á öllum verkunum mínum og svo þessi eigendaskrá sko en maður þarf ekki að hafa kannski miklar áhyggjur og svona fölsunum þegar maður er ennþá lifandi og ferskur það ekki alveg, það eru margir virtir lögfræðingar sem hafa komið í stúdíu og keypt verkið að skoða þannig að það var ekki lengi að hringi síman ef einhver ætlar að reyna eitthvað akkurat Þú varst nú með þessa hugmyndarnar eða ekki? Jú, gera business úr þessu Nei, en hvernig sko, Yngvi, nú þekkjum við þetta með vínið sko að þú getur fjárfest í safni, vínsafni Er hægt að fjárfesta í svona myndlistarsafni í pörtum? Þekkir það? Í pörtum? Já, það er komið fraksjónal fyrir málverk sko. Já, það er bara inn á það bara hluta í verki Já, í rauninni sko. Mér skilst, það var eitthvað sem að algoritmi var að sína verðum daginn það var eitthvað út í útlöndum þú veist, það voru bara 1000 saman að kaupa einhvern gamlan Rembrandt eða Van Gogh eða slíkt, það er komið, ég skal finna en það sem ég er meira að tala er bara þessi sjóðir það sem bara einhver almenningur getur það er til En það er kannski frekar hvort þú sért að trakka einhverjum svona vísitölur sem að sína bara ákveðna tegunda verkum, hvort sé að hækka eða lækki verði eða fylgistu bara með uppboðunum? Ég fylgist með uppboðunum og ég held ég eyði svona 5 klukkutíma á viku við að skoða uppboð á meginlandi Evrópu í gegnum hvað? Sitt í tölvunni og horfi á þau live og bara googla uppboðshús og svona einhverja þvælu sko. Þannig að þetta er alvöru passion hjá mér og sjá hvernig verðin er að þróast en eins og hérna á Íslandi er markaður náttúrulega svo lítill og við erum ekki jafn international og við getum kannski verið heima þetta er rosalega mikið svona það er Kjarval og það er þetta þetta er allt svo íslenskt og svona erlendir listamenn hér á landi það er ekki mjög ábyrrandi þannig að markaðurinn þetta er ekki mörg nöfn sem maður á að fylgjast með og hvernig það þróast hérna heima en svo er maður til dæmis á ég góða kuna í Hollandi það sem maður eru sko það sem að þau eru með bara listasafn í forstofunni hjá sér bara sýningasal og setja upp listaverkin sín reglulega og rótera til í þessu og þau eru ekki að pæla í því hvaðan listamaðurinn er sko. Það er bara hvað hann hefur gert eða hvað hann er að gera og hvort að þessi stemmingsmaður og þessi maður hann syndir í sundlaugin á hverjum degi sem hann er með heima hjá sér og horfir á verk eftir mig sko. Og þetta er svona og þetta er ótrúlega gaman að hitta svona fólk sko, sem er bara held ekki að því að safna listaverkum sko. Búið að skila sínu svona ég er búin að vera duglegt í viðskiptum og svoleiðis sko, en eru núna aðalega bara í því að stúdera myndlist. Já, þú talar dálítið mikið þú veist, kuna. Ertu með mikið af bara fasta kunnum sem í rauninni kaupa bara bara árlega eða mánaðarlega sem betur ekki mánaðarlega árlega fer það er ekki það eru nokkrar mjög góða fjölskyldur sem að hafa svona verið á mínu vagni og keypt þá kannski fleiri en 3, 4, 5 verk
og þá eru kannski eitthvað tilefni þá þarf að gefa stráknum eftir frábært, Sævar og svo og svo voru að kaupa nýja íbúð og vantar fyrir í fórstofuna eða eitthvað skona og þannig að jú, það er alveg eitthvað það að fólk sé svona fastakunnar sko. Og það er ekki rægilega vænt það. Auðvitað. En hvernig eins og með söfnunna þína og þú varst þarna út í Hollandi, ertu mikið fann að kaupa erlend verk sem þú ert að betta á? Nei, í raun og veru mjög lítið. Það er sko, ég á svolítið að verkum eftir, hann heiti Dieter Roth, en hann var náttúrulega bjó á Íslandi. Já. Og hann var mikið að vinna í svona grafík og svoleiðis og ég á myndir eftir hann, grafíkmyndir. Það er erlent, svo í þessar 1600 aldar myndir og svo er eitt sem að ég hugsaði með mér einu sinna að ég verða að eignast verk eftir og það var Jeff Koons, ameríski listamaðurinn og ég fekk mér eina rauðvinsflösku, var einn heima í Hollandi, fór inn á vefsíðuna sem að seldi þetta verk og hugsaði, já, nú læti diskara Var það fyrir eða eftir flöskuna? Það var eftir flöskuna vegna þess að það var engin praktik í að kaupa þetta verk þetta er uppblásin höfrungur sem að er sko, þetta er svona trékollur með svona sundlugar höfrung sem að stingu sér upp úr og svo við bókum Muhammad Ali og þetta er svolítið svona sjúskað eða svona svolítið svona frumlegt verk rosalega stórt og klunarlegt þannig að þetta er ennþá í kössunum í dag tók það einu sinni upp og setti það saman hvort það væri ekki örugglega rétt innihald í þessu en þetta er svona upplæsverk sem var gefið út í 1000 eintökum sko. Þannig að það er svona en já, hann er náttúrulega svona dýrasti núlifandi listamaður heimsins í dag Jeff Koons? Já, það var 2005 Í málverkum eða skúlptúr þá? Hann er aðallega í skúlptúr og það var verk sem var svona krómuð kanína hvort það hefur 2019 eða, já, hvort það hefur 2019 þá seldist hún á 91 miljón bandaríkjadollara sem að held ég hafi þá verið allavega dýrasta listaverk eftir sem að selst á uppboð eftir lifandi listamann Já Þannig að þetta er svona Hérna er hún Já Hann er þekktur fyrir þessa blöðruhunda sem að það er mikið verið að falsa hann Já 91 miljón dollara Já, skemmtilegt Svakalegt Heyrðu Þetta er alveg svakalegt maður Eitt hérna lokum frá mér Arnar er komin á ról Já, ef svo kynni að væru ekki bara ungir art collectors að hlusta eða fjárfestar listamenn, hver er svona þín ráð til ungra listamanna sem að vilja komast á framfæri, er það Instagram, er það að halda sýningu hvernig myndur þú gera þetta? TikTok jafnvel Já, ég hef ekki farið á TikTok Ég skal kenna þér Já, takk Ég verður að byrja að downloada því Sko hjá mér, já, ég myndi segja fyrir unga listamenn eitthvað ráð það er að halda áfram og þegar þú vaknar á mótnarna hafa trúið samt að gera svo á kvöldin þá getur aðeins farið yfir þetta og endurmetið það sem þú gerir þann daginn það er holdt en ef þú ert með ástríðuna fyrir þessu að halda áfram á fullri ferð samfélagsmiðlarnir geta verið mjög góðir og þeir hjálpuðu mér mjög mikið þá var ég aðeins á Facebook og það var svona en í dag er ég yfirleitt að nota það bara svona því að auglýsa eins og upplæsverkin og svo leiðis en ég myndi segja að það sem að væri kannski það mikilvægasta í þessu er að vera óhræddur við að halda sýningar sumir hafa svona gagnrýnt mig að ég var svo ungur þegar ég byrjaði að sýna sko En varstu gagnrýndur fyrir það? Nei, svona eftir á að hyggja sko fólki sem að Var eitthvað snobb eða? Já, kannski eitthvað svo leiði sko, ég hafi verið svo ungur og svo er ég svo vinstætt í dag og eitthvað svona sko en maður heyrir lítið af því sko en það kemur fyrir en það má ekki vanmeta það var alveg rosalega reynsla sem að felst í því að setja upp sína sýningar og fá að heyra álit annara Já, ég áttum ekki á gagnrýni en semast fólk að gagnrýna því í dag fyrir að hafa verið að halda sýningar Nei, það er náttúrulega, sko, það er alveg hægt að segja að það sé hægt að fara kannski einhverja eina rétta leið í þessu það væri kannski svona klassisk leið væri bara að fara í listnám og klára það og vera að koma jafnvel masterinn áður og ferði síðan að byrja að sýna sko. En það sem að mér fannst sko, það er skoðun sumra kannski en eins og mín skoðun er svo að ég held að það sé mjög gott fyrir listamenn og sömulegis fyrir bara aðra að fá að fylgjast með hans ferli og hans þróun Það er fráleitt skoðun, þessi sem þú nefndir Já, fara þetta á skoðun og öllu Það okkur nafn og símanúmer og við mætum heim til Alltinn er dauð á næsta balli sko. En annað, út af því að þú ert náttúrulega að byrja að selja fullt af verkum og búin að vera lengi áður og fyrir námið
öll þín verk í náminu, það bara off limits eða selur þau eða? Ég það var svona meir og minna flest eitthvað sem að ég hef haldið fyrir mig út að þetta voru svona hugmyndir og maður var kannski ekki að fara á dýptina í þessu maður er ekki komið þangað ég stefna að gera það því ég fyrir út í haust að fara aðeins á dýptina í þær hugmyndir sem ég var að þróa þar en ég hélt útskriftasýningu með 8 verkum sem að ég seldi bæði í Hollandi og hérna heima það eru reyndar 3 eftir úr þeirri seríustrákar ef að þið hafið áhuga Já, send okkur en hérna, annað með þetta það algengt að menn sé að fara erlendis í þetta námi eða? Já, ég held að það sé Hafa fleiri, varst þú bara blæsaður Kitty þarna út í listaháskólanum eða varstu einn Íslendingurinn? Sko það var eitt sem var í góðu vinnu sem var í grafískri hönnun það voru svo marga deildir og svo var einn í ljósmyndun eins og sama skóla En eins og fyrir þig, málara, bara bjúra listamaður? Ég var eini málarinn þarna í þessu námi Hafa margir Íslendingar farið í eina skóla? Já, ég held það og það Hollandi náttúrulega þekkt fyrir góðar listaakademíur og ég var stundum spurður hvað ertu að gera þetta, var ég spurður á sömum kennurunum eða samnemyndum, ég sagði sko fyrir okkur hérna á Íslandi þá þetta alveg þvílík guðskjöf að taka einhver tíma á sínu lífi og fá að þjást í útlöndum fyrir að horfa í sína eigin speilmynd og það í Hollandi líka það rigning þarna 7 mánuði á ári og bara hvað ég að gera hérna og fá svona smá fjarlæða það sem að gerast heima og sjá það í fjarska það fannst mér alveg rosalega gott og gefandi þroskaði mig geggja ég ímynda með það ég kannski, það var eiginlega loka spurning frá mér út af því að nú ertu þekktu fyrir hundin hann víðsfrægur hvað ertu hundakall? Nei, það ekki spurningin Nei, ég kísu kall en spurningin eins og svo sko því að þú náttúrulega hætta með hann núna ertu með trakk á því hversu margar myndir þú hefur hversu margir hundar eru umferð? Nei ég geti tekið það saman sko en ég hef ekki gert það Hefur það með það að gera að þú varst bara svo ungur þegar þú byrjaðir og fattar það seint? Að halda út eigendaskrána já, eins og þú nefndir á en ég geti, þetta var ekki það er að greina þetta með að skoða bara gömul banka yfir þú getur læst þá get ég flett upp nöfnunum sko. En þetta það ég veit ekki hvað margir en þeir eru allavega ekki ómargir og þetta held ég fullkomin tala og þetta mun hækka eins og brefin í kaupöllunni Alvotek og fleiri góðum félögum En þeir eru búin, þú veist, ertu búin alveg með hundarnar núna? Síðast í farin út bara? Hann er ekki farin út, ég er að geima nokkra það er bíð eftir kaupa brefi sjálfur Þú talar þessa tölu og einmitt sko, það er svona pínu scarcity það vilja allir kaupa listaverk þannig að sé nokkuð uník en upp á að það verði aukist í verðgildi þá þurfa það samt að vera mörg í hverju seríu hvað er svona fullkomna og þú talar þetta væri ekki of mikið eru að tala að þú vilt að gera 50 í seríu eða 100 eða þegar þetta verður of mikið þá ertu bara svona devaljúa dótið er ég ekki að koma sér rétt frá mér? Jú, það er einhver svona töfra að tala? Nei, það held ég ekki sko og eins og útskriftar verkin, þetta voru 8 myndir sem voru svona sjálfsæfisögulega myndir og þær eru allar sko gjör ólíkar og einstakar og ég hugsa ein af þeim verður ekki, þú veist, það verður ekki engin seri af þeim verkum þarna var ég að segja svona sögur en eins og í dýraverkunum þá eru, ef maður myndi setja öll þessi verk saman að þá eru þau flest öll frekar ólík hvort öðrum bæði í stærð og gerð og litum og öllu því þannig að þetta er frekar svona breytt þó að konseptið sé það sama þannig að en talan, ég veit ekki ég held að 50, meir en 50 væri svona kannski í því mesta en þetta er náttúrulega sería sem er búin að fylgja mér í 10 ár Þetta er nefnilega líka bara svona marketing og distribution því að ef þú gerir bara eitt og það er flott og einhver sér það en miklu færri sjá það þá hækkar það kannski ekki endilega það mikið í virði þótt það sé ógeðslega flott en ef þú byrjar að sjá hunda á svo mörgum stöðum þá byrjar að hugsa, ok, heyrðu, það er bara 50 það eru þessi með þetta I want this Við erum svo geggið að geta bara stýrt supplyinu svona algjörlega, þetta heilla mig svo mikið sko. Þú getur bara sest niður skrifa niður hugmynd, ég ætla bara að gefa út 100 svona og það fara ekki fleiri út aldrei, þú veist, þetta er geggjað Þetta er svo beautiful ég sé bara verið velkonir á vagnir bara takk fyrir það og ég kíki við bráðlega Herru, býð eftir þér Takk kærlega Sigurður fyrir komuna Takk kærlega fyrir mig, gaman að koma Gangið er allt í haginn
Sumuleiðis. Takk fyrir. Þá kveðum við í dag, kæru hlustendur, við verðum aftur með ykkur næsta föstudag. Sett á Bingo Boys, svona lókin, sett á Bingo Boys. Þá það Stefán Einar sem ætlar að fara yfir víni með okkur. Ekki missa því. Takk fyrir. Bye bye.